Hérna ætla ég aðeins að fjalla siðfræði þýska heimspekingsins Immanuels Kant, en hann setti fram það lögmál sem kallað hefur verið skilyrðislausa skylduboðið. Og það býður okkur það að við eigum að hafa okkur alveg eins og við viljum að allir aðrir hagi sér. Kannski einhver að fylgjast með þessum fyrirlestri sem þekkir kvikmyndina Clockwork Orange eftir Stanley Kubrick. En þessi kvikmynd, hún fjallar unglingagengi sem gerir sér að leik að lemja og berja saklaust fólk. Þessir menn lifa af þjófnaði og ránum. Við getum örugglega verið sammála það að framferði þessara manna er rangt og í raun og veru algjört siðleysi. Ég þekki allavega ekki þann mann sem væri til í að verja svona líferni. Viðkomandi væri líklega alveg snar siðblindur. Hins vegar þá hef ég áhuga á spurningunni, af hverju er þetta rangt? Og þeirri spurningu svara siðfræðin á marga mismunandi vegu. Rökstuðningurinn er svolítið áhugaverður. Heimspekingur Sókrates myndi til dæmis svara bara bláeygur. Það því að það er verst fyrir þennan mann sjálfan. Sá sem haga sér svona er ekki góð manneskja. Kannski er viðkomandi veikur eða eitthvað og þarf þá að hjálpa að halda. Sannkristin manneskja sem trúir á himnaríki og helvíti myndi svara að þetta veri andstætt boðorðum Guðs, og ef maður hagaði sér svona þá kemist maður ekki til himnaríkis og lenti jafnvel á verri staðnum. Nytjastefnumaðurinn John Stuart Mill hefði sagt: nú, það er vegna þess að við eigum að stuðla að hamingju í heiminum og vinna gegn böli. Við höfum frelsi til að gera hvað sem okkur listir á meðan að við skoðum ekki aðra. Þá myndi Immanuel Kant svara: það er skylda okkar að láta það ógert að meiða saklausa mannesku. Við viljum ekki að fólk gangi og beiti annað fólk ónauðsynlegu ofbeldi. Kenningar Kants ganga út á að hegðun okkar stjórnist af boðum og bönnum sem annarkvort eru skilyrðislaus eða skilyrt. Hann skipti þessu í það sem hægt er að kalla færniboð eða siðaboð. Færniboð eru skilyrt miðað við markmið okkar í lífinu. Hvað viljum við gera í lífi okkar og starfi? Viljum við til dæmis ganga á Hvannadalshnjúk? Nú, þá byrjum við á því að stunda fjallgöngur og koma okkur í form. Hérna getur okkur síðan bara snúist hugur á einhvern tímapunkti. Þá getum við allt í einu ákveðið okkur langi bara ekkert í fjallgöngur og hætt við að fara á Hvannadalshnjúk. Siðaboð, aftur á móti, eru skilyrðislaus og okkur ber að fylgja þeim. Siðaboð geta verið bæði boð og bönn, en þau eiga við allar manneskjur, alltaf. Þetta minnir svolítið á dæmið af Wittgenstein og tennisnum. Wittgenstein, hann hafði ekki áhuga á að vera góður tennisleikari, enda þurfti hann þess ekkert frekar en að vildi. Hins vegar bar honum að verða góð manneskja. Kant setti fram siðalögmál sem hljóða svona: hagaðu þér alltaf eftir þeirri lífsreglu sem þú getur á sama tíma viljað að verði að almennu lögmáli. Þessara reglu vill Kant að við fylgjum í hvert einasta skipti sem við þurfum að taka ákvarðanir. Hann segir að við eigum að spyrja okkur sjálf: hvað ef allir gera eins og ég? Kant tekur dæmi þá skyldu okkar að hjálpa bágstöddum. Röksemdir hans ganga út á að sýna fram á að sú manneskja sem gerir það að sinni lífsreglu að hjálpa bágstöndum lendi ekki í því að vera ósamkvæm sjálfu sér, vegna þess að hún hljóti að vilja að sér yrði hjálpað lendi hún í nauðum. Stundum er talað alhæfingapróf Kants, en það felur það í sér hvað myndi gerast ef tiltekin lífsregla yrði algildu lögmáli. Með alhæfingaprófinu spyr ég ekki hvernig hlutinir kemur út fyrir mig ef ég til að mynda segði satt eða hjálpaði nauðstöddum í tilteknum aðstæðum, heldur hvaða afleiðingar það hefði fyrir siðferðið og mannlífið. Vegna þess að það sem við gerum í ákveðnum aðstæðum, það skuldbindur alla aðra
til þess að haga sér eins. Siðaboð eru án undantekninga. Kant gerir ríkar kröfu til okkar að við séum heiðarleg og sjálfum okkur samkvæm. Þegar menn svíkja loforð eða halda framhjá eða greiða fyrir vöru og þjónustu á svörtu, vilja þeir yfirleitt ekki að allur trúnaður eða heiðarleiki falli úr gildi. Þarna er ákveðin þversögn og ósamkvæmni sem fólkin í þessu, því að hvernig færu ef allir myndu svíkja loforð sín? Framhjáhald væri viðtekin venja og enginn myndi borga skatta. Það gefur eiginlega auga leið að þá myndi samfélagið okkar hrynja. Í sinni frægustu bók tók Kant dæmi af manni sem er hundeltur af morðingja og felur sig heima hjá okkur. Og svo kemur morðingin og bankar á dyrnar hjá okkur. Eigum við að ljúga til þess að bjarga honum? Kant hafnar því alfarið. Hann segir að maður eigi aldrei að ljúga, vegna þess að við viljum ekki að það verði almenn regla að fólk gangi ljúgandi. Já, Kant var svolítið ferkantaður, en það er sem sagt ógn við siðferðið að hans mati ef fólk gangi almennt ljúgandi, og það segir sér nú eiginlega sjálft. Þá væri bara ekki þetta að treysta neinu. En við verðum eiginlega að geta treyst orðum fólks sem við höfum samskipti við, er það ekki? En í dæminans Kants er hættulega manninum sem bankar á dyrnar hjá okkur, þá er eiginlega tvær skyldur sem að rekast á. Annars vegar er það skylda okkar til að segja satt og hins vegar er það skylda okkar til þess að hjálpa bástöddum. Og hvað gerum við þá? Í bókinni hans James Rachels er dæmi af hollenskum sjómönnum sem sigldu með gyðinga yfir Ermasundið í síðari heimsstyrjöldinni. Þeir voru í miklu vanda þegar þýski herinn stoppaði þá og spurðist fyrir það hvað þeir væru með í bátnum. Ekki gátu þeir sagt að þeir væru að hjálpa fólkinu til þess að flýja land. Hér er því hæpið að lífsregla Kants eigi við. Getum við ef til vill búið til nýtt lögmál sem myndi hljóða eitthvað að þessa leið? Það er í lagi að segja ósatt þegar lygin kemur í veg fyrir dauða saklausrar manneskju. Kant reyndar vara mjög við þessu, að við séum að gera undantekningar frá reglunni. En sjómennirnir voru í vanda og ég held að við áfellumst þá ekkert fyrir að sveigja reglunar aðeins til. Ég er alveg viss um það að einhver í þessum áfanga, einhverja þáttakandum í áfanganum, hafi séð vesalingana eða þekki til vesalingana. En vesalingarnir eru skáldsaga eftir Victor Hugo, en eftir henni hafi verið gerða bíómyndir, leikrit og söngleikur. Sagan snýst Jean Valjean sem stal brauði vegna þess að fjölskyldarnas var að drepast úr hungri. Var það rétt af Jean Valjean að taka brauðið? Hér erum við komin í klípu. Skilyrðislausa skylduboðið bannar okkur að stela vegna þess að við viljum ekki að fólk gangi stelandi. Kant reyndar leysir úr þessari klemmu og þegar hann segir okkur að við verðum að virða manneskjurnar og líta á mannesku sem markmið í sjálfu sér. Hér er gerð krafa á okkur að við séum samkvæm sjálfum okkur í okkar orðum og gjörðum, en við berum samt sem áður virðingu fyrir öðru fólki og komum því til hjálpar. Niðurstaðan er því sú að siðferðisdómar verða að vera studdir góðum rökum. Það þýðir að ef við samþykjum rökin fyrir þeim í einu tilfelli, þá verðum við að samþykja þau í öllum tilfellum. Krafan samkvæmi þýðir samkvæmni, afsakið. Ég ætla ekki bara að krefjast þess að fólk fari í partí. Sem sagt, krafan samkvæmni þýðir í raun að ef við samþykjum að leyfilegt sé að brjóta bannið við lygunum, þá sé það aðeins hægt ef við viljum að sérhvert mannsbarn gæti gert það í okkar sporum, lendi það í þessu atviki.
eins og til dæmis getum við samþykkt það að sérhver hollensku sjómaður sem að bjarga mannslífi, hann megi skrökva til þess að bjarga mannslífi. Tilgangurinn helgar meðalið. Skilyrðislausa skylduboðið því siðaboð sem vert að taka alvarlega og hægt að bæta við það einni lítilli innskotsetningu, og þá hljómar skylduboðið svona: breyttu eftir þeirri lífsreglu sem þú getur á sama tíma, undirstrika, sem þú getur á sama tíma viljað að verði að almennu lögmáli. Breyttu eftir þeirri lífsreglu sem þú getur á sama tíma viljað að verði að almennu lögmáli. Þetta þýðir að við getum samvisku okkar vegna farið eftir þessu lögmáli, en við verðum samt alltaf að taka tillit til aðstæðna.